sagt, eins og fram hefur komið, þá þetta svona þverpólitísk samstaða þessa fylkinga sem að ég held að það sé bara mjög jákvæð og góð að öllu leyti, en það kannski ekki umdeilt hversu mikilvægt það að fjárfesta í menntamálum. En í kvöld erum við sem sagt komin hingað til þess að velta upp mjög mörgum spurningum og ég vona að þið finnið sem flest einhverju spurningar innan með ykkur til að spyrja hérna í pallborðsumræðinu og eftir. Já, og við munum sem sagt fyrsta lagi að athuga svona Við ætlum fyrsta lagi að svona velta upp þessari spurningu hvenær þessi fjársvelti háskólanna endar, hvort að Ísland skorti framtíðarsýn og hvort við munum dragast aftur úr þegar kemur að menntun, rannsóknum og nýsköpun. Að auki þá vona ég að við munum eiga uppbyggilega og góða umræðu og stöðuna eftir að framsögum lýkur. En sem sagt dagskránni í kvöld, hún ekki að vera endanum. Fyrst mun frú Vigdís Finnbogadóttir opna fundinn. Að því loknu verða stuttar framsögur frá Jóni Atla Benediktssyni, rektor við Háskóla Íslands, Ara Kristni Jónsssyni, rektor við Háskólann í Reykjavík og Rögnu Sigurðardóttur, formanni Stúdentaráðs Háskóla Íslands. Að því loknu, og þau mun öll fá svona cirka 10 mínútur, ég ætla ekki að vera eitthvað of ströng svona tímamörkunum, en svona biðla til fólks að vera ekkert kannski of langoft, en það mjög skiljanlegt brýnt málefni að ræða. Að því loknu þá verða hérna í pallborði Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins í Reykjavíkurkjördæmi norður og formaður allsherjar- og menntamálanefndar, Steinunn Gestsdóttir, fulltrúi frá Vísinda- og tækniráði, ásamt því að vera prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands, Aldís Mjöll Geirsdóttir, nýkjörinn formaður Landssambands íslenskra stúdenta og Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður stjórnar Samtaka iðnaðarins og fráfarandi varaformaður Samtaka atvinnulífsins og að lokum Steinunn Knútsdóttir, deildarforseti sviðslistadeildar Listaháskóla Íslands. Ég þetta skipt út. Hvað segirðu? Kristín Valsdóttir kemur í staðinn. Já, herðu, ég var ekki bara að fá upplýsingar það, en Kristín Valsdóttir kemur í stað Steinunnar. Deildarforseti listkennsludeildar. Deildarforseti listkennsludeildar, takk fyrir það. Já, ég held að svona, ég ætla nú kannski ekki að taka sviðið hér í kvöld. Ég ætla nú kannski bara að reyna að stýra þessum fundi og tryggja það að við séum kannski öll farin hérna út, ekki seinna en 10, kannski svona hálf 10. Og hérna vil þá kannski bara byrja á því að bjóða frú Vigdísi Finnbogadóttur að koma hér upp og ávarpa fundinn. Takk fyrir. Komið öll sæl og blessuð. Ég stend hér sem einarður stuðningsmaður háskólamenntunar í heiminum. Og þá ekki síst háskólamenntunar á Íslandi. Því ég tel að framtíð þessara þjóðar byggist á þekkingu og kunnáttu á öllum sviðum. Mannaðu heitt þessi vísuorð sem ég En það er aðalsmerki þjóða, það er búin að lesa svolítið sem ég skrifaði. Það er aðalsmerki þjóða sem vilja eiga sér gott orðspor og láta taka mark á sér að eiga öfluga háskóla og þegna sem geta miðlað þekkingu til framfara, ekki aðeins á heimaslóðum heldur einnig og alþjóðavettvangi. Við hér heimamenn á Íslandi höfum notið viðurkenningar á þeirri þekkingu því að hér var farið að setja niður jarðhitaskóla Sameinuðu þjóðanna og einnig landgræðsluskólann. Sameinuðu þjóðarnir hafa sem sagt komið auga á okkar þekkingu á þessum sviðum og fleiri sviðum. Ég man margt skondið frá því var unglingur það leyti að lýðveldið var stofnað. Eitt var að þegar ég var spurð hvað ég ætlaði að verða þegar ég yrði stór, þá sagði ég alltaf ég ætlaði að verða skrifstjóri af því ég ætlaði að skoða heiminn. Og þá var sagt við mig, nei það getur ekki elskan, þú ert stelpa. En hitt var að ég lenti einu smíði sem unglingur að karpa smávegis við eldri íhalsamann kall út á landi sem var að hnussa yfir menntamönnum.
Þetta nú meiri vitleysa sem er hlaðendur þessa menntamenn. Til hvers eru þeir eiginlega? Svo sem eins og þessi reiknifræðingar og verkfræðingar. Og af því að ég er verkfræðingsdóttir þá sagði ég mjóróma, en hver á þá að reikna út vegi, hafnir og brýr? Þá sagði hann galvaskur, ætla að kenna ekki hvort þið er. En það kemur ekkert hvort þið er. Og það er þess vegna sem við erum hérna saman komið. Við verðum að sjá til þess að ekki sé þannig að það komi hvort þið er. En það er þjóðarsómi, það er engin mál að því, að allstaðar í veröld eru traustir háskólar og traust menntun til hugarhandar og við erum meðal þeirra. Því er svo brýnt að við stöndum saman það að það má ekki skera niður, ekki skerða möguleika okkar til framtíðar menntunar, til að reka þetta þjóðfélag með þeirri sæmd sem að við óskum eftir að það sé eigi á heimsvísu. Háskólarnir eru það mikilvægasta í heiminum, það mikilvægasta til að varðveita okkur mannkynið þegar við erum í þeim loftslagsbreytingum og þeirri loftslagsvá sem er okkur líkur. Því að það er okkar sem að eigum að dreifa þekkingunni, að reyna að koma því til skila að við erum meðal þeirra þjóða sem að erum að vinna þessum málum og við hérna fyrir norðan getum átt okkar þátt í því að þjóðir rísi upp og neiti að samþykja það að jörðinni sé eitt á þennan hátt. Og þess vegna erum við hérna og ég þakka fyrir að bjóða mér að koma og vera með í þessari umræðu því að hún liggur mér mjög á hjarta. Mér finnst alveg afleitt að svo efnuð þjóð sem við erum, Íslendingar, orðin, aðeins nokkrum árum eftir mikið hrun í landinu, að við skulum vera svo þröngsýn að átt okkur ekki á mikilvægi þess að menntunin og háskólar á Íslandi og skólar yfirleitt á Íslandi verða að fá að sitja í fyrstu röð þegar úthlutað er fé. Takk fyrir og gangi ykkur sem allra best. Ég var hérna eitthvað í viðbót að þekkingin, hún er svo oft eitthvað sem við ekki vitum núna. En þá að vita í gegnum það fólk sem er að rannsaka og skoða heiminn og miðla okkur að þeirra niðurstöðum. Takk fyrir. Kærar þakkir Vigdís fyrir að brýna fyrir okkur að hugsa í þess átt. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að taka þessu orði og einmitt láta svolítið verkin tala vonandi í kjölfarið. Mér svona datt í hug svona kjölfarið því sem að frú Vigdís sagði hér áðan að þegar ég var 15 ára þá var ég afskaplega heppin stúlka vestur á fjörðum og fékk að fljúga með frú Vigdísi heiman frá Flateyri, þess að frá Ísafirði til Reykjavíkur. Hún hefði þá verið að ávarpa Flateyringa vegna þess að þá voru 10 ár liðin frá því snjóflóðið féll. Og í flugvélinni hvíslaði hún að mér, ég veit ekkert hvort hún muni eftir því en ég er skamminn að segja frá því ég er. María, mundu bara að læra dönsku. Það er bara eina ráðið sem ég get gefið er að læra dönsku. Ég fór daginn eftir í dönsku tíma í MR og mundi eftir þessu. Og því miður verð ég að segja það, ég hef kannski ekki haldið dönskunni nógu vel fyrir og finn það í dag þar sem ég starfa í stjórnsýslunni, þannig að ég er að hugsa að skrá mig bara í endurmenntun í dönskunni. En allavega, þá er næstur í pontu Jón Atli Benediktsson, rektor við Háskóla Íslands og við bara tökum við á honum. Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands, fundarstjóri, góðir fundarmenn. Það er mjög mikil ánægja að vera með ykkur hér í kvöld og ég þakka unglega hreyfingum stjórnmálaflokkana fyrir að boða til þessa fundar, fyrir að boða til þessa fundar þetta mjög svo mikilvæga málefni. Og það er mjög líka gaman hversu mikil samstæður í hópnum. Og ég þakka Vigdísi innilega fyrir hennar orð
þau bara hitta naglan beint á höfuð. Og svona það sem mér hefur fundist varðandi háskólakerfið, svona ef maður lítur yfir söguna, það hefur orðið bylting hérna á síðustu 30 árum. Rannsóknarháskólinn á Íslandi hefur vaxið. Ég get sagt ykkur frá því að mitt starf er nú skemmtilegt og margþætt. Ég var á dvalarheimilinu Grund í morgun að segja þessa sögu og henni var mjög vel tekið og hún er stórmerkileg. Þegar við lítum á uppbygginguna hérna á Íslandi á undanförnum árum, hvað við höfum náð langt með bara baráttunni að byggja upp rannsóknarháskólann. Fólk hefur tekið þetta sem grasrótarstarf, hefur tekið á sig byrðar og við höfum náð mjög langt og íslenskt atvinnulíf hefur stórbreyst á þessum tíma. Við höfum hér sterk þekkingarfyrirtæki, Marel til að mynda kom út úr Háskóla Íslands. Við höfum mörg fleiri dæmi. CCP er að koma á lóð vísindagarðana og leitar ekki bara eftir þekkingu í tölvunarfræðum, er að leita eftir þverfræðilegri þekkingu til þess að vinna með háskólunum í landinu, til þess að þróa nýjar vörur. Og það eru gríðarleg tækifæri. Íslensk erfðagreining er á lóð vísindagarðana. Það eru eiginlega flestir sem vinna þar, mörgmundur Íslendingar, vel menntaðir, glæsileg vísindastarfsemi. En fyrir 30 árum þá höfum við ekki einu sinni í Háskóla Íslands útskrifað meistaranemana. Svo við bara hugsum okkur hvað hefur breyst mikið á þessum tíma. En það má segja kannski að fyrirsögnin hérna á þessum fundi er svolítið dramatísk, en það er bara flott. Hún kemur okkur líka út fyrir þægindaramman. Það sem ég vildi segja er að fjársvelti háskólana undir fjármögnunin er ekkert nýtt mál. Það hafa verið gerðar úttektir á undanförnum árum, það voru gerðar úttektir fyrir hrun, það var gerð til að mynda úttektir á Ríkisendurskoðun, til að mynda Háskóla Íslands 2005, það voru erlendir úttektaraðilar frá European University Association sem tók út Háskóla Íslands árið 2006 og niðurstaðan í báðum þessum úttektum var að Háskóla Íslands væri undir fjármagnaður, að það þyrfti að gera betur. Og núna, ef við horfum svona aðeins fram á veginn og nú er komið gæðaráð íslenskra háskóla sem nemendur til að mynda hafa tekið opnum örmum. Það er verið að horfa á svona sjónarhorn ráðsins í varðandi námið er sjónarhorn nemenda. Hvernig nemendur eru að upplifa námið og hvað er það út því. Það var verið að gera upp fyrsta svona hring þar sem við farið á milli allra háskólana, þau eru teknir út og þetta er að byrja aftur og erlendi sérfræðingar voru að taka út, að ræða hvernig næsti hringur yrði. Og ég spurði á, hvað segið stöðuna í háskólakerfinu? Þetta er allt útlendingar og þá kom einmitt svarið, það var bent á þessar úttekt Ríkisendurskoðunar frá 2005 og þar var Háskóli Íslands borinn saman við ýmsa erlenda háskóla. Hann kom betur út hvað fjármögnun varðaði við heldur Háskóli Króatíu og komur þetta miklu betur út, en hann var hálfbrekningur á við Háskólann í Bergen. Nú, ef við horfum á tölur frá 2015, þá kemur í ljós að Háskóli Íslands, hann vantar 2/3 í fjármögnun til þess að ná Háskólann í Bergen. Og þessir háskólar eru á svipuðum slóðum í Times Higher Education World University Rankings. Svo bilið hefur breikkað, við fórum í eitthvað hrun, við vitum það, en það er bara ekki nógu gott. Það er að breikka bilið og við þurfum að gera miklu betur í fjármögnun háskólakerfisins til þess að ná því sem nágrannar þjóðirnar eru að gera. Og nú kom fjármálaáætlun, við fórum í eitthvað kosningar, fjármálaáætlunin er fyrir okkur í háskólanum vonbrigði og við erum ekki að sjá að við séum að ná því takmarki á næstu árum að vera fjármögnuð samkvæmt þessu OECD meðaltali sem svona var á stefnuskrá stjórnmálaflokkana og eru langt frá Norðurlöndunum. Þá kemur krókur á móti bragði og það þarf að fækka nemendum. Það er leiðin til þess að ná meðaltalinu. Og ég vara við því að það sé gert á stórfelldarhátt vegna þess að ef við skoðum hvernig háskólakerfið á Íslandi, sem er náttúrulega lítið og tiltölulega veikburða með það með 20.000 nemendum,
en í samanburði við háskólakerfið á Norðurlöndum, þá eru það bil sama prósenta af hverjum árgangi sem að fara í háskólanám á Íslandi og á Norðurlöndunum. Svo ef við varum að fækka, þá varum við á annarri leið heldur en nágrannar þjóðirnar sem viljum bera okkur saman við. Svo ég held að þetta sé svona ein röksemd fyrir því að við höfum ekki að koma tilbaka. Framtíðin byggist á þekkingu, atvinnulífið kallar á fólk með þekkingu, áskoranir samtímans, það eru þannig að fólk þarf að hafa menntun, það þarf ekkert að hafa einstætta menntun, hún getur verið fjölþætt menntun, hún nýtist, svo að ég vara við því að við fækkum nemendum stórkostlega. En það sem skiptir verulegu máli er að það sé skýr stefna ríkisins, hún sé mótuð í samstarfi við háskólana það hvað þjóðinni fyrir bestu. Og við köllum eftir því samtali við stjórnmálin og því fagna ég því að við séum að ræða þetta hérna í kvöld. Svo vil ég líka benda á stórkostlegan árangur íslenskra vísindamanna. Við vorum að fagna því núna nýlega að það komu 2 nýjir ERC-styrkir inn til landsins. Þetta eru stærstu styrkir sem eru veittir og við höfum verið að sjá stóra styrkir koma inn. Og það verður að segja að það er frábært að það var aukið fé sett í samkeppnissjóði. En það er ekki nóg að bara setja aukið fé í samkeppnissjóði, það þarf að vera sterk grunnfjármögnun. Og ef við höfum sterka grunnfjármögnun og sterka samkeppnissjóði, þá munum við fá þetta súrefni til þess að allt gangur eftir. Og þá getur fólk sótt til útlanda og fengið stóra styrki. Svo að ég held að þetta sé alveg nauðsynlegt. En ég vara við því að við fækkum nemendum verulega, ef við förum að fækka 1000, 2000, 5000, 6000, hvert fara nemendum? Það má spyrja sig að því, hver úrræðið? Og þetta fyrir þjóðarhag? Og síðan vil ég segja það að við erum alltaf að huga að jafnrétti til náms. Hvað gera efnaminni stúdentar? Við viljum tryggja þeim menntun og ef við förum að fækka stórkostlega, þá það vandamál. Og það er líka alltaf að vanda sig ef við ætlum að vera veljinn í háskólana. Háskólinn Reykjavík gerir það, Háskólinn Íslands er svona opnari, samt ekki alveg. Þá þurfum við, ef við ætlum að nota módel nágrannaþjóðanna, þá þurfum við að passa okkur á því að ígrunda það vel. Vegna þess að við getum ekki gert þetta einhliða með því bara með einum pennastriki segja við fækkum svona og svona og svona. Það þarf að hugsa þetta vel og vanda sig. En lykil skilaboð mín eru, bara samskonar og Vigdís, fjárfesting í menntun er fjárfesting í framtíðinni. Við munum, ef við fjárfestum í menntun, þá munum við njóta góðs af því. Við sjáum hvert við höfum náð, við getum náð miklu lengra, byggt upp hér öflugt þekkingarsamfélag í framtíðinni og það mun skila okkur árangri. Og þá spurningin var, hvaðan endar fjársvelti háskólana? Ég held að með bara samstilltu átaki, þá getum við náð þessum árangri. Við erum ekki að tala svo stóra fjárhæðir. Til að mynda ef það kemur inn í háskólakerfið 2 milljarðar á ári á næsta árum, þá held ég að við værum í miklu betri málum. Og við í háskólakerfinu, við getum alveg tekið gagnrýni og við getum gert ýmislegt sem á betur fara, það er alveg sjálfsagt. En við erum að tala um þjóðarhag. Svo fjárfesting í menntun, fjárfesting í framtíðinni, bara og takk kærlega fyrir mig. Takk kærlega fyrir Jón Atli, fyrir frábært þáttinn. Næstan vil ég bara bjóða í pontu Ara Kristin Jónsson, rektor Háskólann í Reykjavík. Og nú sjáum við hvernig rektorarnir standa sig. Vigdís, fundarstjóri og góði gestir, ég ætla að byrja á því að þakka ykkur öllum fyrir þetta góða framtak að koma með þessa umræðu, bjóða upp á þennan vettvang og halda áfram samræðinu þetta lykilmál. En sem ég langaði að gera er að taka aðeins skref aftur á bak og horfa svolítið á stóru myndina. Til hvers eru háskólanir og hvað þýða þeir í okkar samtíma og í framtíðin? Hlutverk háskólanna er margþætt
Og það ekki það sem að flestum dettur í hug þegar þeir eru að horfa á einhverja tölur kosta háskóla og nemenda. Þetta ekki geymslustaður fyrir nemendur sem endur á því að einhverjum sennilega afhent prófskírteini. Í háskólum fer fram raunveruleg menntun og þjálfun einstaklinga sem að verið þeirra grunnur að þeirra framtíð, að þeirra tækifærum í lífinu og því sem þeir geta skilað til samfélagsins. Í háskólum fer fram gríðarleg þekkingasköpun. Ný þekking, ekki bara í formi rannsóknarniðurstaða, heldur í nýsköpun, nýjum tækifærum, nýjum lausnum fyrir samfélagið, nýrri innsýn og nýjum sprotafyrirtækjum og nýjum verðmætum. Síðast en ekki síst, háskólar eru allan heim. Þær miðstöðvar þar sem að þekking á sér heimili fyrir samfélög og fyrir þjóður. Því að þekking sem geymd annars staðar, hjá einstaklingum, fyrirtækjum eða í litlum stofnunum, hún svo brothætt. Það þarf ekki mikið til að sú þekking tapist. Háskólar hafa alltaf verið notaðir til að vera miðstöðin þar sem að þekkingin til framtíðar. En ef við horfum bara á samfélagið okkar í dag, hvað það sem að háskólinn leggja mörgum? Byrjum bara að horfa á það sem eru grundvallar innviðir og grundvallar uppbygging og undirstaða okkar samfélags. Háskólamenntun og þjálfun og þekking á bak við allt sem við teljum sjálfsagt. Skiptir ekki máli hvort við horfum á heilbrigðiskerfið okkar, menntakerfið okkar, réttarkerfið eða þá staðreynd að við höfum hafnir, vegi og brýr sem virka. Allt byggist þetta að háskólamenntuðum, einstaklingum og þeirri þekkingu sem það eru til. Sú menntun, sú þjálfun, sú nýsköpun, það rannsóknir átt sér stað eru undirstaða þeirra verðmæta sem við í dag fáum úr okkur náttúruauðlind. Ef að Ísland hefði lífskjör sem í beinu hlutfalli við fjölda fiska sem kemur á landi, þá værum við Austur-Evrópu þjóð í dag. Ástæðan fyrir því að við höfum það betra í dag að við höfum fundið leiðir með rannsóknum og nýsköpun og þekking og betri þjálfun til að nýta verðmætin betur, gera betur, þess vegna höfum þau lífskeiði sem við höfum í dag. Allan skilning á samfélaginu og umhverfinu. Skilja hvernig ungviðinu okkar líður, hvernig ungu fólki vegnar í framhaldsskólum, neyslu þeirra, áfengisneyslu eða annar hluta. Alla jarðabá, bara það að vita það hvenær við höfum að rýma vík og hvenær ekki. Það byggist allt á því að við erum með þessa þekkingu í háskólanum. Svo fólk að taka svo sjálfsögðan hlut. Ný þekking sem skapar nýjar leiðir, ný fyrirtæki, nýjar sprotar, CCP, Marel, allt þetta nýjir hlutir sem eru til á einhverjum tíma og við höfum fullt að tækifærum í að gera fleiri. En þetta það sem að samtíminn okkar þetta okkar samfélagi í dag og háskólastarf algjör grunnur að þessu öllu saman. En horfum til framtíðar. Við getum lofað ykkur því, ef ykkur finnst, þannig að þið erum mjög skömmul hérna, þannig ég get ekki sagt síðustu 30 ára við ykkur öll, en ef við horfum til síðustu 10, 20, 30, 40 ára, það hefur gríðarlega mikið breyst. En það mun miklu meira breytast á næstu 10, 20, 30, 40 ára. Og við þurfum að vera viðbúin. Við ætlum að byrja á því bara að tala um það sem hreint út að auðlindirnar okkar og líka vinsældir okkar meðan ferðamanna. Þetta eru viðkvæmir hlutir. Þetta eru brothættir þættir. Auðlindir breytast þegar heimurinn hlýnar, sjávarströmmar breytast. Við vitum ekkert hvaða tegundir verða hérna við. Við vitum ekkert hvernig aðstæðar verður til ræktunar hjá okkur og við vitum ekkert hvernig ferðamenn munu haga sér í framtíðinni. Þetta er brothætt. Það er tæknibylting í gangi, gríðarleg tæknibylting sem mun hafa áhrif á allt sem við gerum, kostnaðar okkar framleiðsla, okkar hegðun, okkar afþreying, alla þessa þætti og mun hafa gríðarleg áhrif á okkar samkeppnisstöðu í samfélaginu. Og síðast en ekki síst, heimurinn minnkar svo hratt. Það að fara erlendis, eða búa erlendis, var stór átak í gamla daga. Í dag, ungt fólk hefur tækifæri til að vinna í stærstu hagkerfum heimsins og auðvelt með að koma af stað. Við erum í samkeppni ykkur, unga fólki, við allan heiminn. Til þess að við getum átt okkur það samfélag hérna á Íslandi sem við viljum hafa,
þá verðum við að geta keppt á þessum grundvelli. Við verðum að geta skapað ný tækifæri, við verðum að geta búið til samfélag þar sem að við viljum vera upp á lífskeiði, þar sem ungt fólk vil vinna og leggja sitt af mörkum og ekkert að þessu gerist án öflugri háskóla. Allar aðrar þjóðir hafa gert sig grein fyrir þessu og hafa verið að fjárfesta í þessu meira og meira undanfarin ár. Af einhverjum ástæðum sitjum við aðeins eftir. Þannig ef við horfum til þessa, við erum að horfa á nútímann í dag. Háskólastarf eru undirstaða alls þess sem við gerum, þess sem við njótum. Og ef við horfum til framtíðar, háskólastarf eru undirstaða þess að á Íslandi verði samfélag sem við viljum búa í og við njótum þeirra lífskeiða sem við viljum búa. Maður hefði haldið að þá þetta tiltölulega augljóst. Hvað ættum að gera? En við skulum alveg gefa Íslendingum heiður og sína skilningu því að við erum metnaðarfull. Ef við horfum á hvað við leggjum til, þá svona almennt okkar viðmið að vera heldur yfir OECD meðaltali. Og við horfum á heilbrigðiskerfið til dæmis í heild sinni, framlag á einstakling á Íslandi hærra heldur en OECD meðaltali. Við erum misskipt á stofnanir og hvar kostnaður lendir. Þegar við horfum á framhaldsskóla og grunnskólakerfið, við erum yfir OECD meðaltalið þó mikið betur megi gera. Þetta okkar metnaður. Við horfum á það að vera svona svipum stað meðaltal OECD almennt og við viljum gera miklu betur. Og við eigum það skil, við getum. En háskólana fjármögnum við á 7 krónur fyrir hverja 10 sem þarf til OECD háskóla meðaltal. 70%. Miklu lægra heldur en það sem það ætti að vera okkar við. Hvernig stendur á þessu? Og ég get nefnt ykkur tölunar ef þið viljið, en þið þekkið þar öll. Við erum langt fyrir neðan OECD meðaltölin og hinum einu hnettinu frá því sem á Norðurlöndum að veita til sinna háskóla. Hvernig gerast svona hlutir? Það vita allir hvað háskólastarf skiptir miklu máli, bæði í dag og í framtíðinni. Ég veit ekki, þetta skilningsleysi? Verður að taka ákvarðanir á bara hugsun samfélag sem orðið úrelt? Þetta áhugaleysi? Athyglin bara of mikil á öðrum þáttum eins og ferðamannastraumnum eða náttúruauðlindunum? Þetta kannski stefnuleysi? Erum við ekki með ákveð hvert við ætlum að fara og hvers konar samfélag við erum að byggja? Ég veit ekki hvað þetta en maður heyrir oft öðrum hlutum hent inn í umræðuna svona til að kannski beina athyglinni frá því að við erum að svelta fjárfestingu sem undirstaða okkar framtíðar. Og þá fara að heyra hlutir eins og það ómargir háskólar. Það má alveg eiga þá umræðu fram og tilbaka. En fyrir alla þá sem að einhvern veginn tekið tölfræði, að þá vitið þið það að meðalframlag á nemenda breytist ekkert við það að breyta fjöldastofnum. En það hefur ekkert með málið að gera. Tökum það út fyrir svega. Og svo það heitt sem heyrið, sem að kollegi minn Jón Atli nefndi, sem þetta með fjölda nemenda. Það heyrist þessu heldur margir nemendur í háskólum á Íslandi. Og þá vil ég taka undir og endurtaka það sem að Jón Atli sagði. Við erum rétt komin á þann stað núna, eftir gríðarlegu uppbyggingu síðustu ára og áratuga, að við stöndum svona það bil jafnfætis Norðurlöndunum þegar kemur hlutfalli háskólamennta. Við erum rétt að komast á þann stað. En svo annað sem ég vil minna á. Við megum ekki bera okkur bara saman við önnur lönd þegar kemur hlutfalli háskólamenntar á Íslandi, við þess að gríðarlegu munur á Íslendingum og öðrum löndum, meiri sem Norðurlöndunum, þegar kemur að atvinnuþátttöku. Atvinnuþátttaka á Íslandi miklu mun hærri heldur en á flestum hinum Norðurlöndunum og gríðarlega miklu hærri og meiri heldur en hún í OECD-löndunum að meðaltali. Og stærstum hluta vegna mikillar atvinnuþátttöku kvenna. Skilaboðin sem ég heyri þegar fólk segir að við erum að fækka háskólamenntuðum á Íslandi að við erum að minnka atvinnuþátttöku hérna og fara einhver áratugi aftur. Og ég bara neita að vera með því. Nú, ef við ætlum að vera samkeppnishæf, þá verðum við að fjárfesta í háskólanum okkar. Og það kannski kann að virðast að hlutinni gangi ágætlega dag, við erum að ná ágætis árangri, en úttektarskýrsla eftir úttektarskýrslu bendir á það að við erum með allt of marga nemendur fyrir hvern kennara sem við erum í starfi hjá okkur.
Við sjáum það líka að við erum ekki að ná að sinna þeim tækifærum eða þeim óskum sem að samfélagi beinir til okkar. Við höfum bara ekki svigrúm til þess. Við rétt náum að halda gangandi öllum þeim námsbrautum sem eru í gangi og þurfa að vera í gangi. Við getum ekki bætt við og svarað kalli og aukna þátttöku, samstarf og meira sem að háskólarnir geta lagt samfélaginu til. Og síðast en ekki síst, og þetta kannski það sem ég mestar áhyggjur í dag og punktur sem ágætt að taka heim með sér. Fjársvelt í háskólana nær ár og áratugi aftur í tímann. En ef við horfum bara til cirka síðustu 10 ára og þeim niðurskurði sem hefur orðið sem ekki hefur gengið síðan tilbaka, ein af afleiðingu þessa að háskólarnir hafa ekki getað ráðið inn nýtt fólk með nýja þekkingu og nýjum fagsjón. Á þessum 10 árum fleygði heiminum fram. Það komið mikið af nýjum sviðum, nýjum fagsviðum, nýrri þekkingu, nýjum leiðum, nýjum lausnum. Bara tökum markaðssetningu okkar vörum. Markaðssetning í dag fyrir fram á samfélagsmiðlum. Við höfum ekki náð að ráða hingað sérfræðingarna sem þarf til að við getum menntað okkar fólk til að taka þátt í þessum stöðum. Gagnagreining, skilningur á því hvað er að gerast í stóru myndinu, hvort það er heilbrigðiskerfinu eða ferðamönnunum öllum, við merkum þá þekkingu í þetta landsins. Við erum í dag 8 til 10 árum eftir því sem heimurinn í kringum okkur og við þurfum að spýta í lófana ef við ætlum að komast á þann stað sem við þurfum að vera. Þegar það kemur á framtíðinni, og mér er þetta mjög ofarlega í huga þegar ég sé þetta unga öfluga fólk sem hér situr, við erum ekki bara að keppa það að vera á einhverjum stalli, vera á einhverjum stað í fjármögnun, vera með verðmætasköpun sem stendur undir hlutum. Við erum að keppa unga fólkið. Við viljum búa til ekki bara störf eða einhver störf. Við viljum búa til samfélag, störf og atvinnulíf sem er áhugavert þannig að þið öll kjósið að vera hérna í framtíðar. Til þess að við aflöðum háskóla. Kæra þakkir aftur fyrir ekki okkur tækifæri til að tala þetta mál, hlakka til kvöldsins. Mari, fyrir frábært erindi. Ég held að þið rektorarnir hafi bara staðið ykkur jafn vel. Ég ætla ekki að taka neina afstöðu það, en það er ég bara fundarstjóri hér í kvöld. Næsta í pontu vil ég bara bjóða Rögnu Sigurðardóttur. Hún er formaður Stúdentaráðs Háskóla Íslands og við skulum bara bjóða hana velkomna hér í pontu. Og ég langar að þakka unglingahreyfingunum aftur eins og flestir hingað til fyrir að halda þennan frábæra viðburð og frú Vitsi og rektornum fyrir frábæra erindi. Það er svolítið skemmtilegt að Marja kom inn á dönskuna áðan vegna þess að ég var í Danmörku í 2 mánuði að gera blésverkefni og ég tek undir orð frú Vítisar læri dönsku og segi fólki í kringum okkur að læra dönsku. Ég ólst upp í Bandaríkjunum og lærði þar lendi ekki dönsku. Nema í 1 ár, ég flutti sér heim til Íslands þegar ég fór í 10. bekk og það var alveg bagalegt þegar ég átti sér að fara að einhver samskipti í Danmörku og allir vissulega tali ensku þar, en já, læri dönsku. Mér langaði aðeins að koma inn á það sem að rektorinn kom inn á, sem er fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Samkvæmt henni það munu framlög til háskólastigsins aukast úr tæpum 41,6 milljörðum árið 2017 í 44,4 milljarða árið 2022. Þetta eru cirka 2,8 milljarðar. En aukningin rennur þó ekki beint til reksturs háskólana, heldur að mestu leyti til annarra verkefna, svo sem byggingar hús íslenskra fræða. Sú uppbygging er nauðsynleg og brýn, en þar af leiðandi rennur aukningin umrædda
ekki til reksturs háskólana og skila sér þar leiðandi ekki beint í auknum gæðum náms fyrir okkur nemendur við íslenska háskóla og skila sér bara litlu leyti til samfélagsins. En menntun bætir samfélög, eins og komið var inn á hérna í mjög góðum ræðum. Ef við skoðum þetta framlag til íslenska háskóla með tilliti til kostnaðar við byggingu húsíslenskra fræða, þá kemur í ljós að aukningin til háskólastigsins, rekstrargrundvallar háskólastigsins, engin árið 2017 og minna en milljarður á ári til ársins 2022. Minna en milljarður á ári. Vitið þið hvað það vantar marga milljarðin í kerfi til þess að við náum þessu umrædda markmiði meðaltali Norðurlandana? Það eru 16 milljarðar sem gefur okkur svolítið góða mynd af því hvað vantar mikið upp á til þess að við séum samkeppnishæf. Og þannig Danmörku þá eru framlögin per nemenda í íslenska háskólakerfi það byrja 65% af framlögum af hvern nemenda í dönsku háskólakerfi og það ekki með tilliti til lánasjóðskerfisins eða styrktarkerfisins þar sem ekki hér lendis. En það sem meira eins og var komið inn á, þá erum við undir meðallagi þegar kemur að samanburði við önnur ríki OECD. En til hvers ættum við að setja metnað í það að efla háskólakerfin okkar? Ef við getum verið undir meðallagi í áraraðir, til hvers að setja metnað í að efla háskólakerfið okkar þegar við getum talað endalaust mikilvægi öflugs háskólakerfis ár eftir ár og sérstaklega fyrir kosningar án þess að efna nein loforð eða ná neinum markmiðum. Jú, það vegna þess að menntun bætir samfélagið. Aukin framlög til háskólakerfisins og öflugra háskólakerfi skila sér til nemenda á formi bættra gæða náms þeirra en skila sér líka til samfélagsins á formi nýrra lausna við vandamálum sem við stöndum frammi fyrir í samtímanum og sem við vitum ekki hver verða í framtíðinni. Og þegar við eflum ekki háskólakerfin, þegar við kjósum að halda eða bæta ekki upp niðurskurð sem varð á erfiðum tímum, þá glötum við tækifærum til þess að efla samfélagið. Og hverjir gjalda? Það þessir tæplega 20.000 nemendur við íslenska háskóla sem að sæta hugsanlega og mjög líklega verri gæðum í námi þeirra. Það líka samfélagið í heild. Og við sitjum eftir, svolítið eins og Svala í Eurovision. Þetta metnaðarleysi stjórnvalda þegar kemur að endum kemur niður á okkur og það gerir okkur verið í stakk búin til þess að takast á við áskorunum samtímans. Eins og Svala söng þarf samt aðeins smá kjark og þor það kemur bráðum, ég veit það en ég veit það samt í rauninni ekki, ég get bara vonað og ég ætla að halda áfram að vona þangað til að öll vonar úti. Takk. Takk fyrir þetta, Ragna. Eins og öll þjóðin ekki ennþá búin að jafna mig á gærkvöldinu. Þetta var sárt. En við erum sterk og við höldum áfram. Það ekki. En ég vil þakka þeim sem komu hér upp og héldu framsögur kærlega fyrir. Ég held svona kannski að megin inntaki sem við getum tekið úr þessu að fjárfesting í menntun vissulega fjárfesting í mannauði og framtíðinni. Og vonandi það eitthvað sem að skila sér til sem flestra að þetta sé ekki bara einhver orð á borði. Jú, það ekki? Takk.
og að eitthvað gerist í alvörunni. Því ég var að væflast í stúdentapólitík nánast á seinustu öld. Nei, ég tók 2011 til 14, það er nú ekki svo langt síðan. Og þetta er nákvæmlega sama við vorum að tala þá. Og svona virðist vera gegnum gangandi þema að ekki mikið gerist. En allavega, þá langar mig bara til þess að byrja þá sem ætla að taka þátt hér í pallborðsumræðum að koma hér upp og stilla sér hérna fyrir framan fólkið. Og á meðan ég finnst að taka við, það er einu svona að finna alla þá sem vilja koma og spyrja spurninga. Og mun svona reyna að stýra því bara eftir bestu getu. Ég var búin að gera svona plan að ég held að salinn væri þannig að það væri svona sætaraðir. Að ég ætla að vera með sko röð 1, 2, 3, 4 og 5 og telja þannig. En þetta verður eitthvað flóknara og við finnum út úr því. Ætluðum við eitthvað að skipta þessu upp? Já, ég ætla að leyfa sviðsmanninum að laga uppsetninguna. Heyrðu, mér langaði kannski bara til að byrja á því að fá ykkur kannski til að kynna ykkur aðeins fyrir okkur og kannski fá nokkur orð um hvað það er sem þið leggið svona áherslu á í þessum málaflokki og svona kannski ykkar vangaveltur svona fundarefnið í kvöld og kannski ég byrja bara þér, Aldís. Sæl, ég heiti Aldís og er nýkjörinn formaður Landssamtaka íslenskra stúdenta. Ég tek náttúrulega bara undir frábæra ræður ræðumanna hérna í kvöld og það er gott að við séum öll sammála þetta en við þurfum líka að fara að horfast í augavandann og takast á vandann fyrst við erum svona sammála og það sem að við hjá LÍS erum svona helst að gera í þessari baráttu er að halda áfram baráttunni og gefast ekki upp og til dæmis nýverið sat ég stjórnarfund ESU sem er European Students Union og þar lögðum við fram yfirlýsingu þar sem við kröðumst þess að stjórnvöld hlusti og það er gleðitíðindi að segja að öll aðildarfélög ESU, sem eru 45 talsins evrópska stúdenta, landssamtaka, samþykktu yfirlýsinguna og lýstu við miklum áhyggjum og standa með okkur í þessari baráttu. Þannig að við erum ekki ein hérna á Íslandi sem erum að berast fyrir. Sæl, Kristín Valsdóttir heiti ég og deildarforseti kennsludeild Listaháskólans. Ég eiginlega get ekki undir hvert orð sem hér hefur verið talað. Við hjá Listaháskólanum höfum, kannski það veit það sennilega hver maður hér inni, hverju við höfum verið að berjast fyrir, sem að tengist almennum aðbúnaði. Við höfum eins og aðrir skólar farið inn að beini og ber þar náttúrulega bæði húsnæði og allra aðbúnaður sem að er eiginlega bara til háborna skammar ef við hugsum þjóð sem að vill standa keik og helst vera stolt af sinni menningu, sínum listum en það er enn þekkt allan heim fyrir framlag okkar til lista á öllum sviðum og ég ansi hrædd að þó okkur hafi enn sem komið tekist að halda þessu skulum segja þeim báru aðstöðu sem við höfum búin við og okkur hafi tekist að halda því þannig að við teljum okkur að það geta haldið upp í góðri menntun fyrir nemendur okkar þá er stutt í að það breytist. Mér langar bara að segja að af því ég stend nú fyrir listkennslu, ég stend svolítið á svona með fótinn sitthvora megin við litla gjá í kennslufræðum og listum og við tölum háskólan. Menntun alveg frá grunni er það sem gerir okkur að þjóð, hún gerir okkur að því sem við viljum. Þar liggur farvegurinn í það sem við viljum fara.
Já, sælverði, gaman að vera með ykkur hér í dag. Ég heiti Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og formaður allsherjar- og menntamálanefndar. Þegar ég hugsaði hvað ætlar hún eiginlega að segja, þessi gælaðan í Sjálfstæðisflokknum sem á Kristján Þór í menntamálaráðuneytinu. En það bara þannig að ég rosalega fegin því að við séum að ræða menntamál oftar og þess vegna tek ég allir svona umræðu fagnandi af því að mér finnst við ekki hafa rætt nógu mikið síðustu ár menntamál eða framtíð menntunar á Íslandi og hvert við viljum fara. Og erindin hér áðan voru mjög áhugaverð, ég get tekið undir mjög margt sem þar kom fram. En það nú svo að við erum að reka einhvers konar ríki hér, einhvers konar ríkisvald sem á að sinna einhvers konar grunnþörfum. Og okkur hér finnst að við þurfum að eyða meira af þeim grunnþörfum í menntakerfið. Og þar ég sammála ykkur, hjartanlega. En það nú svo að það fleira sem tekur peningana. Þess vegna þurfum við að horfa á þetta í svolítið stærra samhengi. Af því ef við horfum á bara kosningabarátuna, að þegar nú vitnaði í hana hérna áðan, að þá var bara eiginlega ekkert tala nógu mikið menntakerfið. Að mínu mati og að margra mati. Af því þar var öll áherslan, skálmarja, þar var öll áherslan næstum því á heilbrigðiskerfið. Og ef við teljum að ríki eigi að sinna grunnstóðum, að þá eru grunnstóðarnar að mínu mati 5. Það heilbrigðiskerfið, það menntakerfið, það samgöngur, það öryggismál, lögreglan og dómskerfið og það almannatryggingar, það eldri borgarar og öryrkjar. Ef við getum ekki sinnt þessu almennilega, þá erum við að sinna svo fullt af öðrum hlutum og eyða peningi sem við þurfum að beita í þessa átt. Og þannig erum við að ræða einn af þessum grunnhlutum sem menntakerfið og mér finnst að það þurfa að fá meira vægi í þessari umræðu grunnþarfir ríkisins. Og þar þurfum við líka að vera tilbúin til að horfa lengra til framtíðar en 1 skref eða næstu fjárlög af því að við þurfum að átta okkur á því að samfélagið breytist svo hratt en menntakerfið ekki að gera það með því. Og það ekki bara fjárhagsvandi, þó það sé hluta af því og við þurfum að gæta innviðauppbyggingu, að þá það líka kannski örlítið skipulagsvandi og hræðsla fyrir breytingum. Og þetta kannski tala ekki margir uppátt, en þetta eru margir og á mörgum stöðum sammála að við þurfum að taka á þessu báðu. Ég sammála, við þurfum að setja meiri pening í menntakerfið. En við þurfum líka að vera tilbúin fyrir einhverjum stærri breytingum. Við sjáum Finnland sem með besta menntakerfi í heimi, þeir eru tilbúin að velta öllum steinum til að prófa nýtt. Til að prófa það sem þeir halda að virki. Hér erum við allt of hrædd við breytingar og það sem að gerast. Og við þurfum auðvitað að búa til þannig menntakerfi að það sé tilbúið að takast á það sem við vitum ekki að gerist. Eins og frú Vigdís kom svo vel inn á. Við vitum ekki hvað að fara að gerast og hvernig menntafólk við þurfum og hvernig framtíðin verður. En við þurfum að búa til menntakerfi sem tilbúið að mennta þá einstaklinga sem verða tilbúnir í framtíðina. Ég vil gefa þetta lengri bili. Takk. Já, komið sæl, ég heiti Steinunn Gestsdóttir. Ég hér sem varaformaður vísindanefndar Vísinda- og tækniráðs, en líka sem fulltrúi Háskóla Íslands. Ég aðstoðarrektor kennslu og þróunar og prófessor í sálfræði og 3 börn. Það eins og flestir hafa komið inn á, takk fyrir fundin. Ég bara get ekki sagt ykkur hvaða gleður manns við sem erum að berjast í því að reyna að vekja athygli á stöðu háskólana sem að við vonum að við sem að gera fyrir einhvern aðri tilgang en bara fyrir okkur sjálf, að sjá unga fólkið kveikja svona algjörlega á þessu og segja að þetta getur ekki verið svona. Og ég held nefnilega, þegar ég tala við nemendur og ungt fólk, þá finnst mér það sem að það skilningur sem vantar á fleiri staði fyrir stóru myndinni. Stóra myndin svo að Ísland sker sig frá öðrum samanburðarþjóðum, ekki bara Evrópuþjóðum, ekki bara Norðurlöndunum, heldur líka Bandaríkjunum og mörgum ríkjum Asíu. Hvað varðar hvaða hlutverk þjóna vísindi, tækni, þekking, nýsköpun
háskólamenntun í framþróun samfélagsins. Það sem að þessi ríki finnst mér skilja miklu betur en við gerum að þú fjárfestir, þetta ekki útgjöld, þú fjárfestir í þessu til að fá samfélagið sem þú vilt. Og það eru tvær hliðar á þessari fjárfestingu. Það annars vegar framlög til rannsókna og þróunar almennt. Og þar stöndum við okkur töluvert verr en Norðurlöndin til dæmis. Við erum að velja réttrúmlega 2% í stað 3%. Og þetta yfirlýst stefna hjá flestum ríkjum Evrópusambandsins, hjá mörgum framsæknum ríkjum í Asíu, hjá Bandaríkjunum og fleirum. Við erum ekki á þeirri leið einu sinni. Og sama má segja með háskólanum. Við erum að fjárfesta helmingi minna í háskólanum okkar heldur en Norðurlandaþjóðirnar. Og við erum búin að gera það lengi. Hvernig haldið þið að kerfið sé eftir þannig ástand lengi? Og vandinn herra Áslaug, til að þú lýstir eftir langtímasýn, sem ég svo sammála, þar verðum að sameinast langtímasýn, en vandinn og ástand fyrir því að við erum hér í dag, við sjáum engin skref í átt af þannig sýn þar sem að þetta kerfi leiðandi í þróun samfélagsins. En það sem ég vona að koma út af þessum fundi þessi sameiginlegi skilningur. Því að allir sem ég tala við og í aðdraganda kosninga, fulltrúar allra flokka, voru sammála hvers konar samfélag við viljum. Við viljum taka á stórum samfélagsbreytingum, við viljum velmenntað vinnuafl, við viljum halda unga fólkin okkar í landinu, við viljum vera samkeppnishæf við nágrannalöndin. Það eru allir sammála. Nú verðum við að fyrir alvöru að setjast niður og finna einhverja raunhæfar leiðir til að komast í þá átt. Komið sæl, Guðrún Hafsteinsdóttir heiti ég er formaður Samtaka iðnaðarins og nýhætt sem varaformaður Samtaka atvinnulífsins. Ég þakka fyrir boðið að fá að vera með ykkur hér í dag. Ég tala sem þá fyrir hönd hús atvinnulífsins, Borgartúns 35, og ég get ekkert sagt annað en að við deilum þeim áhyggjum sem hér hafa komið fram. Við höfum lýst í bæði orði og riti að það vantar fjármagn inn í háskólakerfið á Íslandi. Bæði Samtök atvinnulífsins og Samtök iðnaðarins eru eigendur og bakhjarlar Háskóla Reykjavíkur og Háskóli Reykjavíkur sem og aðrir háskólar eru undir fjármagnaðir og þar höfum við reynt að styðja við okkar skóla og þar með kerfið í heild með því að beita áhrifum okkar eins og við getum við þá sem hér eru við stjórnvölinn á hverjum tíma til þess að hlusta á þessar raddir. Öflugt menntakerfi forsenda fyrir samkeppnishæfni og það að þjóða meðal þjóða. Og það búið að rekja það hér í máli fundamanna á undan. Það gríðarlegu breytingar sem hér hafa orðið á íslensku samfélagi. Mér finnst ég ekki gömul, en afi minn fæddist í Torfbæ og ólst upp fyrstu 15 ár ævi sinna í Torfbæ. Móðir mín sturtaði niður í klósettið þegar hún fór að búa með pappa. Hún ólst upp í það að þurfa að fara út á kamar og rafmagnið kom ekki á bæinn fyrir að hún var að vera 15 ára. Þannig að ég þarf að fara mjög stutt aftur til þess að hitta fólk og fá sögur sem að lýsa allt öðru Íslandi heldur en að ég bý í dag. Og það gerist ekki bara svona eins og sagt er. Það gerist ekki af sjálfu sér. Heldur gerist það af framsýni. Hér voru framsýnir einstaklingar sem að lögðu grunn af því menntakerfi sem að öll okkar velferð hefur byggst á. Og við viljum að svo velferð byggist áfram vel og sé góð. Því að ef að það ekki, að þá eins og Ari kom inn á, þá missum við ykkur, unga fólkið frá okkur. Og við byggjum ekki Ísland á gamlíkjum. Það bara þannig. Að nýsköpun og drifkrafturinn og krafturinn til breytinga, hann mestur hjá ungu fólki. Að það að verða, ég skal bara viðurkenna það, ég nenni ekkert að læra á alla þá tækni sem bara skellur á mér daglega. Og
og líklega það eru tæknibreytingar sem við erum búin að upplega núna, er það ekki rétt hjá mér á síðustu 10 árum, eru meiri heldur á síðustu 100. Þannig að þessi framþróun er gríðarleg, breytingin á íslensku samfélagi er gríðarleg, atvinnulífið byggist á menntuðu fólki og byggist á nýsköpun og rannsóknarstarfi og þess vegna þrífst ekki atvinnulíf á Íslandi, gott atvinnulíf ekki fyrir gott menntakerfi og góða háskóla. Þannig að við þurfum á háskólakerfinu að halda og háskólakerfin þarf líka á okkur að halda. Þannig að ég kalla líka eftir meira samtali, meiri samvinnu. Ég held að oft og tíðum hafi verið of langt á milli atvinnulífs og háskólasamfélagsins og ef við ætlum að ná framúrskarandi árangri þá þarf að endalaust að passa að það sé brú þar á milli. Endalaust. En það er gaman að vera með ykkur og ég hlakka til að heyra hér umræðendar í framhaldinu. Takk hérlega fyrir það. Spurningar, ég ætla kannski bara að opna fyrir þær ef einhverjar eru akkurat núna. Já, Dagbjartur. Háskóluna í þeirri uppbyggingu sem að verið að berjast við. Eins og ég rætti það áðan að þá er þetta samvinnuverkefni okkar allra. Atvinnulífið berst ekki eitt og sér fyrir auknu fjármagni eða auknum gæðum í menntakerfi í Íslandi, heldur gerum við þetta saman. Fyrst og fremst þannig. Atvinnulífið hefur komið myndarlega. Það eru hagsmunasamtök atvinnulífs sem reka til dæmis Tækniskóla Íslands og við erum bakhjarlar Háskóla Reykjavíkur. Við lítum að sjálfsögðu okkur jafnt sem bakhjarla Háskóla Íslands og annarra háskóla, svo sem Bifrastar, Akureyri og svo framvegis. Til þess að ná sem mestum slagkrafti þurfum við að standa saman og við þurfum þar að leiðandi, við þurfum endalaust að byggja þessa brú okkar á milli og ég held að þegar við tölum með sömu rödd, með sömu áherslum og eins og Áslaug Arna benti á að við sammælumst hvaða leiðir við ætlum að fara, að þá erum við mjög sterk. Við erum margir hlekkir í einni keðju. Já, fleiri spurningar? Já. Ég búi í Noregi og mér finnst þetta alltaf áhugavert að skipta háskólakerfinu sem upp í rannsóknir og svo atvinnulífi og svona. Þannig ég velti fyrir mér hvernig erum við að tala þá kannski steinundekkjan sem Háskóla Íslands, erum við að tala háskólamentara það úr öllum líka úr háskólega sem maður segir á norsku, universitet rannsóknir og háskóli ekki rannsóknir, eða bara þá universitet sem við erum með og þurfum við kannski að skipta til þess að efla rannsóknir, erum við ómikið að dreifa þeim? Hver eitthvað svona sína þetta? Já, þetta kannski ekki eitt einfalt svar. Ég held að það sé samt örugglega rétt að þessar tölur séu allir háskólamenntaðir. Jón Atli og Ari, þið getur örugglega staðfest að OECD og skilgreina þannig að þetta við erum að tala sömu hlutina háskóla og universitet saman fyrir við hér. En þetta einmitt umræðan sem við ættum að vera að hafa. Og ég algjörlega, ég vil taka undir það reyndar líka sem Áslaug Arna sagði hérna áðan, með það að við þurfum að vera óhræddari einmitt við að íhuga breytingar. Og auðvitað má hugsa sér að gera einhverjum fundamental breytingar á háskólakerfinu þannig að það verði einhver meiri aðgrinn. Aftur á móti vil ég líka benda á
að við verðum, ef við ætlum að stunda nýsköpun og rannsóknir og doktorsnám, þá verðum við að eiga stóra rannsóknarháskóla. Og við rekum þá ekki sem einhverja einingu með miklu færri stúdentum en eru núna. Þannig að já, við getum auðvitað eigum að íhuga margar leiðir og það eru mikill áhugi núna, til dæmis komin upp þessi umræða fagháskólanám. Við þurfum að hugsa breytilegri leiðum fyrir fólki gegnum háskólakerfið og ekki bara eina tegund af háskólum. En við erum lítið land með ekkert opaslega burðugt háskólakerfi og það verður að hafa nokkra svona stólpa til að standa á. Og eitt af því eru sterkir rannsóknarháskólar. Og þetta er svolítið tengt umræðinni sem að Jón Atli kom hérna inn á í sínu ávarpi inngangi. Við megum ekki leiðast út í að tala kannski eitthvað bara sem eru svona mikilvæg en kannski ekki aðalatriði þegar við stöndum frammi fyrir þessari svakalegu krísu. Þannig að eða kannski þetta frekar að segja, við þurfum að passa að gera hvoru tveggja. Þetta er mikilvæg umræða og við þurfum að íhuga róttækar breytingar. Við verðum að huga að grunninum ef við ætlum að byggja upp háskólakerfið. Út af þessu að því að við erum alltaf að tala um þetta OECD og Ari kom nú svolítið inn á það hvað við gagnrýnum þegar það verður að bera þetta saman. Auðvitað er markmiðið okkar að ná því meðaltali og vera framar meðal þjóða þar. En við þurfum samt að passa okkur og þá er ég ekki að tala um að fækka nemendum eða það sé markmiðið okkar að verða eins og Norðurlöndin í því hvernig háskóla þau eru með. Þau eru með miklu meiri aðgangsstýringar og það er bara staðreynd. Og við megum ekki vera hægt að tala um það að við erum að bera okkur saman við háskóla sem eru með miklu meiri aðgangsstýringar. Það þýðir ekki að við ætlum þangað, en við þurfum átt að gráði að við erum með háskólakerfi sem er opið, sem er frábært. Og það eru mikil gæði og við erum mjög heppin með það kerfi sem við erum með og við höfum heldur ekki tala það góða háskólakerfi sem við erum með niður. En við þurfum samt átt okkur á því að þetta eru smá epli og appelsínur að bera saman, þó við ætlum okkur auðvitað að gera betur. Og þá er ég heldur ekki að tala um aðgangshindranir að fækka fólki í háskóla. Við getum kannski frekar hugsa okkur hvernig getum við einblínt á það að krakkar hafi meiri áhuga á fjölbreyttari námsgreinum. Og þar komum við niður alveg niður grunnskóla. Hvernig byggjum við þannig menntakerfi að við látum hvern einstakling blómstra í þá átt en hann leiðist ekki í sömu fótgönguliða átt í sama nám í háskólanum. Þannig að ég er svona aðeins að reyna að segja að þetta fer alveg niður og við þurfum að hugsa þannig stóru myndinni hvernig við ekki að hindra fólk í ákveðin nám, heldur hvernig getum við beint fólki í fjölbreytt nám og þar er atvinnulífið mjög stór partur. Og þar kemur inn á spurninguna varðandi tenginguna með atvinnulífið af því það er svo mikilvægt að því að það hefur gert svo margt gott og sérstaklega til að efla starfs- og iðnnám og þar þurfum við að tengja okkur miklu betur til að efla það enn frekar og gera það miklu meira spennandi valkosti fyrir nemendur sem eru að velja sér leiðir í lífinu. Og þar megum við ekki vera hrædd við ólík rekstrarform að sem Listaháskólinn, Háskólinn Reykjavík og fleiri skólar. Við megum ekki tala niður ólík rekstrarform í menntakerfinu. Já, þú ert nú farin að tala um mín hjartansmál. Ég veit ekki hvort að fjölbreytta leiðir og það að vera að hafa hugrekki til þess að breyta felist í rekstrarformi, en það getur vel verið. Mér langaði að koma inn á þessa spurningu því að þú varst að tala um rannsóknarháskóla og við þyrftum að eiga slíkan, alveg, það er held ekki spurning, en hvort við eigum að breyta því kerfinu í þessa átt sem þú ert að vísa í Noregi. Mér finnst það skref aftur á bak og nú er ég náttúrulega að tala fyrir það fag sem eða fögs, sem listgreinar, að það er tiltölulega nýtt hér á landi til dæmis að það sé skilgreint á háskólastigi og fyrir mér eru rannsóknir innan lista jafn mikilvægar, við getum alltaf farið í svona skilgreiningar, en það eru líka unnar rannsóknir og það eru mikilvægar fyrir framganga því sem við erum að gera. Allt sem hér er inni, við sætum ekki hér nema
nema að það væri hannað og smíðað af fólki sem hefur bakgrunn í listum. Þannig að þegar við tölum, ég svona aðeins bara vil nefna það, þegar við tölum rannsóknar og vísindaháskóla, hvað erum við að tala um? Erum við að tala raunvísindi? Erum við að tala atvinnulífið og fjármagn sem liggur þar að bakvið? Eða erum við að tala heildarmyndina? Finnar, bara ef ég með aðeins kom inn á það líka, ég var með finnska skóla, vinkona mína í heimsókn helgina í 5 daga og við erum að vinna saman í stóru verkefni. Hún kennir við Skipulagsar akademíuna og við vorum skólasystur út í Austurríki fyrir rúmlega 20 árum. Við töluðum mjög mikið skólamál og hún spurði mjög mikið. Ef við ætlum að fara að byggja upp skólakerfi eins og Finnar, þeir hafa alveg verið duglegir að breyta og hugrekir, en þeir hafa líka fjárfest. Það ekki verið að breyta bara af því að þeim eru gefnar forsendur, þeim sem stýra skólum, hvort sem það á grunn, framhalds- eða háskólastigi. Forsendunar felast í stuðningi meðal annars og fjármagni. Og mér langar bara að segja það gamni, af því að hún kom inn á það var verið að flytja verk eftir hana, Sinfonían var að flytja Múmin söngva sem að Sóli samdi og að því að byrja á því áður að tala enn sem komið erum á þessum stað að við getum verið stolt af öllu okkar listafólki. Hún sagði, þú mátt engum segja það, en Sinfoníuhljómsveit Íslands, hún var jafnvel betri heldur en Helsingi Sinfonían. Þannig við höfum það ennþá. Mér langaði bara aðeins að fá bæti inni því að ég held að menntakerfið á vissan hátt þarf að þróa sér svolítið með forsendur atvinnulífsins í hug. Og við höfum haft áhyggjur af því í atvinnulífinu að við séum kannski að mennta og marga þar sem ekki þessi brýna vöntun. Þannig að atvinnulífið kallar núna og hefur gert í mjög langa tíma, það hefur verið hrópandi ákall á meira og fleiri einstaklinga úr verk, raun og tæknigreinum til dæmis. Það stöðug vöntun, bara stöðug vöntun. Við höfum líka talað fyrir því að byggja brú á milli Listaháskólans og tækni. Ég held við getum gert miklu betur í því hér á Íslandi. Við erum svo fá og það er svo auðvelt að gera þetta því að boðleiðarnar eru svo einfaldar. Ég held að ég fari rétt með það árið 1990 að það voru 15.000 manns á atvinnumarkaði háskólamenntaðir. Árið 2016 var þetta hlutfall komið í 70.000 sem frábært. Sem segir okkur hvað við erum búin að gera góða hluti. Þjóðin að mennta sig, það eru fleiri háskólamenntaðir á atvinnumarkaði. En það vekur mér samt upp í brjósti sem formaður samtaka iðnaðarins að kannski þessi jafna ekki svo einföld því að við höfum séð á þessum áratugum stanslausa fækkun í einmitt verk og starfsnám. Og þess vegna höfum við talað fyrir því mjög einarðlega núna síðustu misserin og að það fagháskóli þar sem að við náum að byggja á milli starfsnáms og svo háskólanáms. Og það eitt af þessu svona framtíðar sinfoníu sem við þurfum að spinna og sjá fyrir okkur hvernig við viljum. Og þá þurfum við að horfa líka inn í breytingar á samfélögum eins og við sjáum það náttúrulega aldrei fyrir en við getum reynt að undirbúa framtíðina með einhverjum hætti og þá þurfum við einmitt að byrja að hugsa núna hvaða fólk og hvernig fólk þarf atvinnulífið eftir 10 ár. Og til dæmis, það bara mín persónulega skoðun að ég hef voru svo miklar áhyggjur af þessum samfélagsmiðlum og öllu, þannig að ég held að það sem skipta mestu máli, það ekki að læra dönsku þess. Það verða samskipti. Þú vil líka fara fram á dönsku.
auðvitað vonaði við öll heyrt þetta. Við sagði að þau samskipti gæti farið fram á dönsku. Ég er hjartanlega sammála. En það er félagsfærni og samskipti sem munu skipta öllu máli. Því að það er tómmáli að tala, að mennta sig alveg endalaust í einhverjum fræðum ef þú kemur því ekki segja frá þér og getur ekki miðlað því. Jæja, það er nokkrir hérna sem bíða eftir að fá að spyrja spurningar. Þú varst fyrstur. Kannski taka nokkra spurningar, er það í lagi ykkar hana? Já. Hann spurði sem sagt aðalega þessa aðstöðu í Listaháskólanum. Ég truflaðist aðeins, það var smá hávæði. En það er ekki rétt skilur, menn þú ert að spyrja út í aðstöðuna og svona í hverju vandin er helst fólkinn þar. Svona ef ég endur orða spurninguna. Ok, takk fyrir. Katrín? Já, komið sætt Katrín ég og er stjórnumhverfið viðreisnar. Mig langar að beina spurningum minni að áslöfum. Þú talar í rauninni ykkur forgangsröðum í ríkisfjármálum að menntakerfinu umfram eitthvað annað sem ríkir eða peningum í. Hvað nákvæmlega sér þú fyrir niðurskurð í ríkisfjármálum sem beina menntakerfinu? Ok, og varst þú ekki líka með spurningu? Já. Ok, og Kjartan? Gott mál. Herri, þá leifum við bara að bregðast við. Kannski að þú byrjir? Já, takk. Já, varðandi húsnæðismál og fjármagn, eins og ég segi, sennilega vitið þið flest hvernig þessum húsnæðismálum er háttað í Listaháskólanum. Við erum á 4 stöðum eins og og þar af hefur einu verið lokað af heilbrigðiseftirliti. Þetta er í annað sinn á 3 árum eða 4 sem að húsnæði Listaháskólans er lokast. Þar áður var það Skipholti þegar var flutt í Þverál. Ég veit ekki nákvæmlega tölunar. Ég kem hérna með stuttum fyrirvara vegna veikinda, þannig að ég hef ekki enn þurft að fletta þau upp í tölvunni. En ég veit að það er mjög hátt hlutfall af þeim fé sem skólinn hefur sem fer í að reka. Þetta er mjög óhentugt. Þetta er 460 manna skóli cirka. Hann er mjög lítill og rekan á 4 stöðum í borginni með tilræði því að það þarf að halda úti ákveðinni þjónustu. Það segir sér sjálft, það er dýrt. Húsnæði er óhentugt. Ég ætla ekki að fara í rekja heilbrigðisvandamál. Við vitum að fólk hefur veikst og ég reyndar sagt það að einu af okkar fallegustu söngröndum óperusöngurum hefur átt við astmastríð eftir að hafa verið þarna. Þannig við erum að brjóta niður fólk þar sem við erum að vera byggjað upp. En eiginlega málið, skulum við segja, er það að á meðan við erum í svona slöku húsnæði og svona dreifð, þá náum við ekki því markmiði sem alltaf hefur verið í þessum skóla og það er að geta unnið meira saman. Og þá erum við að tala margfaldan ávinning. Við erum að tala fjárhagslegan ávinning en við erum ekki síst að tala bara ávinning nemenda af því að geta deilt hugmyndafræði, vinnuaðstöðu og þá erum við farin að tengja saman greinar. Ég svarar þetta. Já, takk. Takk fyrir þetta. Mér langar kannski aðeins að koma inn á Listaháskólann líka. Af því það er auðvitað mikilvægt að úr þessu sé bætt. En það má ekki gleyma því að Listaháskólinn er auðvitað ekki ríkisrekinn skóli, heldur sjálfstæður skóli þar sem
ríkið í minnihluta í stjórn, þannig að þarna þetta ekki bara ríkið sem getur leyst vandamálið, þó að við svo sannarlega hjálpa til við það. Og það sem ég allavega heyrt að Listaháskólinn hafi áhuga að byggja allt sitt í Laugarnesinu og það núna verið að ræða í menntamálaráðuneytinu til þess að koma þessu ábúðkjöl með skólanum. En varðandi spurningarna sem ég fikk sérstaklega, þá var fyrsta hvar vil ég finna pening í menntakerfið? Það mjög góð spurning og svona af því að þetta alltaf svo áhugaverð þessi forgangsröðun og heyra að fólk vil peninga allsstaðar, þá ætlum ég að taka 2 mjög óvinsæl dæmi. Svo þið áttu ykkur á umræðinni í kringum þau dæmi þegar maður hugsa að maður vilji pening til dæmis í menntakerfið. Ég geti náttúrulega tekið fullt af dæmum úr í hvað við erum að eyða. Númer 1, við erum til dæmis, eins og fréttir dagsins sýndu, að eyða helmingi meira með því að senda sjúklinga í aðgerðir í Svíþjóð í staðan fyrir að senda þær í Reykjavík, á annan stað í Reykjavík. Helmingi meiri peningur eru skattgreiðendur að greiða til þess eins að vera á móti einkarekstri. Mjög óvinsælt topic, eins og þið vitu öll, þið eru öll svona, wow, hún að fara þangað. Þú veist, ég sé það, en það ekki alltaf lagi, af því að þarna erum við að nýta fjármuni illa og það bara niðurstaðan. Við erum bara að nýta þá illa og við hljótum að vilja nýta fjármuni vel á sama tíma og við styttum biðlista. Og þarna komin 1 milljón á hvern einasta sjúkling á sama tíma og við getum aukið aðgerðum 60% ef við þurfum ekki að fljúga þeim milli. Og við erum að borga allan lyfjakostnað og allan kostnað við einstaklingana meðan þeir eru að bíða á meðan við getum klárað aðgerðirnar annars þar sem eru ekki þessar hættulegst aðgerðir. Þetta sumir dæsalvi yfir þessu dæmi mínu. Það skal ég nefna annað óvinsælt dæmi. Áfengisverslun ríkisins. Rándýrt 2 milljarðar sem við erum að halda upp í stofnunum allt land. Við skulum sleppa því að selja þetta í matvörubúðum en leyfum einhverjum öðrum að sjá að reka þetta svo við getum alltaf eitt peningum í menntakerfið. Hinn spurningin frá Jónasi mínum var nú datt hún úr mér. Já, með að þetta væri alveg hræðilegt þarna að taka eitthvað námskeið. Já, sjálfsögðu, en við hljótum að vera einblína á að þann pening sem við erum að eyða í menntakerfið fari í gæði námsins. Og menntakerfið í heild sinni á að vera A fyrir nemendur og B að við séum að auka gæðin. Og ef við sjáum að með þessum fjármunum sem við höfum að við getum aukið gæðin í öðrum greinum sem eru vinsælli, sem mun meira aðsókn í, þá tel ég þetta ekki neikvæð ráðstöfun, nei. Við erum að kenna rosalega marga greinar á Íslandi og þó að við minnkum nokkur námskeið að þá held ég að það komi ekki niður á fjölbreytni náms. Það sem við þurfum að gera til þess að útskrifa fjölbreyttari einstaklinga að miða þeim inn á þær brautir þar sem eru meiri þörf fyrir þá. Bara varðandi aðgangstakmarkanir eða aðgangsstýringar, þetta er mjög mikilvæg umræða að taka og hún hefur ekkert verið fengið einhvern veginn að komast á þann stað sem það er að komast á. Bara út af þessum samanburði við Norðurlönd, náttúrulega í flestum norrænu ríkjunum, þá það þannig að þú nærð einhverju lágmarki sem er samsvarandi stúdentsprófs, þá kemstu að í háskóla. Þannig að það er ekkert fundamentally eitthvað ólíkt kerfi því sem við erum með. Og annað líka, ef að þetta er gert meiri stýring í kringum aðgangstakmarkanir án þess að fækka nemendum, sem ég er bara mjög glöð að heyra að sé vonandi allir sammála að við viljum ekki gera, þá breytir það náttúrulega ekki fjármögnunni. Það bara dreifir því kannski hvert það fer, en þá erum við ennþá í þessari undur fjármögnun á nemendum. Og bara varðandi þessar brýnu hugmyndir, mjög fljótt, varðandi samstarfi atvinnulífið við milli mismunandi stofnana, milli mismunandi faga. Ég sem aðstoðarrektor þróunar finn mjög greinilega að það sem að háir þróuninni á starfinu þessi undirfjármögnun. Við erum bara að reyna að halda okkur frá því að vera í krísu og það eru endalausar kröfur eðlilegar frá
bæði nemendum, frá atvinnulífinu, frá öðrum stofnunum sem við viljum bregðast við, en það bara nákvæmlega þetta ráðrúm sem tekið frá háskólanum þegar þeir búa við þetta fjárhagslega umhverfi. Aldís ætlar að bregðast þessu? Já, mér langar að smá ósamlega áslögu af því að ég tel að niðurfelling námskeiða muni leiða á sér minni gæði og minni fjölbreytni. Og ef við ætlum að fara í einhverjum svoleiðis aðgerðir eins og Ástin nefnir af því að við erum með svo mikið og fjölbreytt nám, þá þarf það að vera vel ígrundað og ekki gert vegna niðurskurðar. Það verður að vera gert eftir umræðu sem er búið að eiga og sé vel ígrunduð. Og það líka á sama við í varðandi umræðum aðgangsstýringar. Þetta allt svona umræða sem verður að vera höfð vel ígrunduð og ekki vegna niðurskurðar. Mér finnst að það þurfa að hlúa fyrst vel að grunninum og bæta fjárframlög inn í háskólan áður við förum í þessa umræðu. Það mitt innlegg. Það þú að koma með? Má ég kannski segja eitt? Já. Við getum við að tekið málfundum hvert topic fyrir sig undir menntakerfinu. En ég held að líka í þessu að ég vona auðvitað að ákvörðun hafi verið vel ígrunduð og ég þekki ekki þá ákvörðun hjá skólanum nákvæmlega. En þá held ég líka að við þurfum bara að skoða þetta í svolítið stærra samhengi varðandi að þetta hvert við erum að setja peningana. Við erum með ákveðið og við þurfum bara að nýta það sem best. Og bara eins og við erum að sjá í heilbrigðiskerfinu að þá alltaf einhver starf sem við getum nýtt peningana betur. Ég hjartanlega sammála að við þurfum að bæta í og gera betur. En já, líka. Ég var ekki að tala að þetta hefði ekki verið vel ígrundað hjá Háskóla Íslands, heldur meira að tala að ef við ætlum að fækka námskeiðum eða svoleiðis vegna þess að við erum með svo mikið í boði, þá þarf það að vera vel ígrundað en ekki vegna niðurskurðar. Takk. Mér langaði aðeins að koma bara inn á þetta með aðgengið og aðgang og minna þá bara á að Listaháskólinn þetta eina fagsviði þar sem að fólk getur ekki farið í listanám nema að borga skólagjöld. Og þetta með að við séum einkaskóli, við erum sjálfseignarstofnun og það ekki endilega að okkar ósk. Við myndum alveg gjarnan vilja vera undir öðru rekstrarformi. Þetta var ákvörðun sem var tekin fyrir 20 árum þegar Listaháskólinn var stofnaður. Og sjálf, til dæmis það sem ég rek meistaranám fyrir listamenn stend fyrir því í kennslufræðum og miðlun listuna, að þá er ég að taka inn nemendur sem að borga 500.000 fyrir hvert námsár, sem þið getur hugsanlega tekið á Háskóla Íslands fyrir 75.000 krónur á ári. Og þetta ég bara benda á þetta óréttlæti að það ekki jafnrétti til náms ef við erum að hugsa það í því. En það til dæmis hömlur á aðgengi, það inntöku skilyrði og það inntöku próf og það mismikið svona hátt hlutfall umsækjenda sem kemst inn. Það væri til dæmis mjög, ég hef oft talað það og ekki síst eftir að hafa kennt í leikarnemum í 7 ár. Mér fannst allir að fara í svona svo 1 ára leiklist, talandi færnina til að tjá sig og þekka sjálfan sig. En þessa umsækjendur í leiklistanám sem annarkvort ár, þeir eru 200 ári og 10 komst inn. Akkur ættum við ekki að reyna að finna leið til þess að bjóða einhverja aðrar leiðir heldur en bara leikara, til þess að fólk fái tækifæri til þess að mennta sig hluta því það sem það hefur ástríðu fyrir eða áhuga. Jæja, það var komið að næstu spurningaangreinu. Hver var ofti fyrst? Þú varst fyrst, já. Já, sæl. Takk bara öll fyrir virkilega góðar umræður og takk fyrir að vera í kvöld. Mér finnst svolítið ábærandi það sem hefur komið fram. Við erum með fjölbreytt rekstrarform, fjölbreyttar námsleiðir, höfum við mikilvægi þess að eiga þetta samtal og allt svoleiðis. En samt erum við búin að tala það sem að ég var í Háskóla Íslands þegar María var formaður stúdentaráðs. Við erum búin að reyða þetta samtal í áratugi. Af hverju hefur ekkert gerst
og kannski líka bara frá ykkur til okkar unga fólksins sem erum að halda henni grunn. Hvað getum við gert svo að eitthvað gerist? Hvernig getum við fjárfest í framtíð? Og þú beinir þessi spurningu á alla? Já, flott. Þú ert næstur. Nei, fyrir framan. Þú? Já, já. Og það nýtan það að við vorum vera að hafa eitthvað með fé, hún orðið mjög þreitandi. Það eins og nefnt á sjúklingarna sem sendið til Svíþjóðar og það betra að þeim væri með handlar í áhuga. Það ekkert annað en pólitísk eiginlega með enga merkingu. Ástæðan fyrir því að sjúklingarnir eru hugsanlega til Svíþjóðarinnar sú að fjárfesta mannskýtar svo mikið að sjúklingar komast ekki alveg. Það er ekki lausn á því að þá að reyna að leysa það með því að sjúklingar eitthvað annars staðar. Það er ódýrast og það er spurning það að spítalinn sé það ekki að búið. Það er óskum einfaldlega að hann fjársvættur, hann fær ekki greitt fyrir hverju mjálmann eða fyrir áhuga, þá fær hann greitt fyrir eins í mjálmann sem þú gerir. Þannig að þetta er óskum einfaldlega, þetta er algjörlega irrelevant dæmi. Í heilbrigðiskerfinu, ef þú færður einhverja stofnun sem rekin í gegnum fjármögnun sem einhver aðeins hafa, þú þarf ekki alveg að stíga inn fyrir þröskuldina frá munin og aðstöðu. Þessar stofnanir, þetta allt hann labbaði í áhuguna og skoðaði húsgögnin, skoðaði aðstöðuna og var þá svona mannsmýtt. Ertu með spurningu? Í háskólakerfinu, sem við erum rannsóknir, nú er ég að vinna í rannsóknarleiki, ég vinn íslensk erðarleiki. Mönur af þeim aðstöðu sem ég hef í rannsóknum íslensk erðarleiku er alveg sláandi. Það er stórkonslegt að koma í íslensk erðarleiku, merkustu rannsóknar miðstöð Íslands. Ekki fjármögnir prófaði með aðstæða og annars, en þú opinbera gerðsumlega fjársveld. Þannig að við verðum að hætta þessi nýtu að þið opinbera sé að sóa fér og við verðum bara fjármögnir hlutina. Þannig að mín spurning er til Ásgeir. Hún segir því að hver eftir næsta lands. Við erum með 5 ára fjármálaáætlunina og það óskum einfaldlega í háskólamálum að breyta neitt. Af hverju heyrist ekki frá unga fólkinu, af hverju heyrist ekki frá þér eða öðrum í þínum flokki frá stjórnarflokki í Viðreisn sem hafi svo mikið fyrir kosningar. Það heyrist ekki á þessum aðeins núna eftir fjármálaáætlunina. Fjármálaáætlunina á Viðreisn talaði það að við þyrftum að fara að skera niður og hækka þessu fólki sem er í háskóla. Og þetta er ekki byggt á einhvern tölur. Þetta er alveg skemmtilegt áhersla. Fyrir 9 mánuðum síðan að tölum við alla stjórnmálaflokkana, það var allir saman. Við þurfum að breyta þessu. Núna engar breytingar og fulltrúar flokkana sem nú er í ríkisstjórn heyrist ekkert frá þeim. Ásgeir, þú ert ungmanneskja og fyrst berð að menntamálum, af hverju heyrist ekki frá þeim og samt í 5 ára næsta ári? Fjármálaáætlun. Ok, takk fyrir þetta. Er ekki í lagi að við tökum svona nokkrar spurningar og klárum síðan fundin. Þannig að ég ætla að ég loki bara mælendaskránni í kvöld. En Kjartan, þú varst næstur. Og kannski bara svolítið stutt. Hvað þið að heyra frá fólki sem er hugsað í og ekki sjá framtíð á Íslandi? Er það fyrst að það varðum að komast í námskeið, eða komast í námum sitt, eða er það út af atvinnutækifærum eftir nám, eða er ekki mikið verið að koma til ykkur út af þessu, þegar við höfum að fórum í þetta? Sæl, ég heiti Fyrir Birna og kem frá Sambandi íslenskra framhaldsskólanema og mín spurningur að Ásgeir. Ég var alltaf fyrir mig vegna styttingu framhaldsskóla. Það eru núna 3 ár. Ætti það faktist ekki að vera að eyða meira þá í hvern og einn nemanda en af hverju er það ekki gert? Ok,
takk fyrir. Og að lokum, ég held að séu 2 eftir. Ragna, fyrst. Ok. Þannig að, jú, ég reyndar í það eitt sem að þetta lögum spurning sem og kannski beint til allra í talunum. Hvert þykir ykkur vera mikilvægi aðgengis að háskólanum? Það er að segja, bara ef við til jafnvægst til náms, hversu mikilvægt þykir ykkur að allir eigi kost á að mennta sig óháð til efnahags og annað aðstæðna og hvernig haldið þið að vera annað að haldi það eða auka aðgengi? Takk fyrir þetta og að lokum, nema ég ekki gleyma neinu með það. Afsakaðu, Aron fyrst. Eða þú, byrjaðu bara. Já, ég svo skilvitt fyrir tímaröð. Þóra Snorri heiti ég og nú byggjarmaður. Það athugavert að í framsögum allra framsögumanna, í orðum allra panelista hefur komið fram, það hrópandi skortur á fjármagni. Það eru allir sammála. Og það hlýtur þessum að vera stóra málið eins áhugavert umræðinu og skipulagsbreytingar tölfræðin líður ekki, við erum langt aftur hvað varðar fjármagn til háskólakerfisins. Og þess vegna velti ég fyrir mig, nú hefur þetta verið viðvarandi ástand gegnum nokkrar ríkisstjórnir, gegnum hrun, gegnum góðæri og samt sem áður, svo ég takk undir með Maríu, ég satt í nefnd á stúdentaráðs árið 2010 sem var berjast gegn niðurskurði til háskóla. Hér er ég 7 árum síðan að tala sama mál. Og Ásbjörn nefndi að þetta væri spurning forgangsröðun og ef við ætlum að fjárfesta meira í menntakerfinu þá þurfum við að skera niður einhvers staðar annars staðar. Og nefndi í því dæmi til dæmis bara heilbrigðismál. Og ég ætla að fá þessum að leyfa mér þó að ég sé